Það finnur frekar auðveldur sigur fyrir þína menn hér í kvöld. Hverju viltu þakka? Hvað að gerast? Við verðum bara að spila vel og það er svona næst að við svona farið að vera að tala anstæðinginn niður hérna rósa sem ég vel gert. Mér varst varnarleikur minna manna og planið sem við settum upp vera aðskoti gott í dag og varnarleikur sérstaklega á Klins lönguköflum var frábær og sömulega svo Óla, þannig að ég held að svona fyrirkomulagi uppsetningin, framistæði leikmanna og heildina hafa verið svona ástæðan. Og talar varnarleikinn hjá ykkur, stórkostlegur frá lokum fyrsta leikluta og í öðrum leikluta, bróðpartir allavega. Er það eitthvað sem þið lögðu upp með bara? Já, við erum náttúrulega, þessi Grindavík búin að spila mjög vel í fyrstu tveimur leikjunum og ég meina fólk að vera undir og sýndi eitthvað mikið karakter að koma tilbaka og vinna leiki og það er allt annað að sjá þetta Grindavík í dag heldur en í síðustu viku og það voru bara að hrósa kollega minn hinum fyrir það. Þetta leikunum í dag hafa kannski ekkert verið frábær hjá þeim en hann sín held ég heldur ekki þeirra styrkar, ég er mikið betur inn í þetta. Þannig að varnarleikur var frábær og allir svona leggja hönd og plóm. Og 3 sigrar í 3 leikjum hjá ykkur núna. Ágætis byrjun. Já, bara mjög fín. Svona kannski, maður hafði áhyggjur af þessu, því það er náttúrulega... Vantar leikmenn? Vantar leikmenn undirbúin lítill en það er þannig að henni er nægt að koma að spinna og ungi strákar er búin að stíga vel inn og Arnór og Villi hafa gennilega skilja einhverju frábæri tölfræðin þetta og báði búin að koma gott inn og Þór er svona alltaf meira til að taka næsta skrefið og ég veit að þessi tveir sem sjáttu á endanum bekknum, þeir líður ekkert vel að sjá menn mögulega vera mínútun á þeim strax, þannig að þeir fóru að finna sér sætt í riðlunum eins og aðrir. Og kannski aðeins að þeim, Pavel og Jóni, einhver tíma? Það er svolítið það að Jón sjást í kálpunum aftur en það er styttara í Pavel og við skulum sjá hvernig meginn á mánaðamótin það verður.